Góða kvöldið og velkomin að Rauðaborðinu á miðvikudagskvöldi í miðri kosningabaráttu. Nú ætlum við að sitja hérna við Rauðaborðið fram að kjördegi og reyna átt okkur á svona stöðumála í þessari kosningabaráttu. Kannski velta fyrir okkur hvað kosið og hvert þetta samfélag að stefna, hvort að það sé verði þannig að við munum stefna eitthvað annað eða hvort við munum bara halda áfram á sömu braut. Til þess að hjálpa mér til þess að skilja þetta eru komnir góðu gestir sem voru hér oft við Rauðaborðið á sínum tíma. Sigríður Harpa Sigurðardóttir, hún formaður Öryrkjabandalagsins og Drífa Snædal sem forseti Alþýðusambandsins. Verið báðar velkomnar. Ég ætla nú að fá að spjalla við ykkur eftir bara svona kosningabaráttuna almennt og svona hvaða mál á dagskrá og á hvaða tímamótum íslenskt samfélag en þið eru báðar með að vera með mjög athyglisvert svona innleggin í fréttivikunar. Alþýðusambandið var með þing eða ráðstefnu heilbrigðismál sem var mjög áhugaverð og síðan var að koma skýrsla lífskjör fatlaða sem reyndar Alþýðusambandið líka aðila að en mér langar að byrja á því að spyrja þig Drífa fundin ykkur heilbrigðismál. Ég hlustaði á hann á vefnum og þar var breskur endurskoðandi sem var að fjalla svona einkarekstur og einkavæðingu heilbrigðiskerfisins og ég svona meðan ég var að gera annað og var að hlusta þá var svona minn skilningur á þess að var eiginlega að segja að við værum kannski stödd hér og það væri margir sem var að segja að við ættum að fara slóð Svía sem hafa farið lengra í einkavæðingu og einkarekstri heldur en við. En hann var að tala héðan sem voru Bretar sem eru kannski 10 árum á undan Svíum og myndin sem hann gaf upp að bresku heilbrigðiskerfi var eiginlega hálfgerð hryllingsmynd. Já. Það nokkur atriði í þessu, þetta var náttúrulega alveg þvílíkur hvalreki að fá hennar mann sem endurskoðandi og kann ársreikning af stórfyrirtæki og fjármagnseiganda og getur verið að greina stöðun út frá því. Og við fengum hana því að við okkur ennur blóðið til skyldur að setja heilbrigðismálin á dagskrá því við heyrum það enduróma út um allt land. Bæði aðgengi heilbrigðisþjónustu og ekki síst þetta, hver á að reka. Nú náttúrulega búið að vera vanfjármagna heilbrigðiskerfi í mörg ár og fara að láta á sjá mjög hressilega og þá kemur alltaf þessi lausn, það ekki bara best að einkavæða. Og svo byrja söngurinn hjá pólitísku flokkunum, við erum bara sannarlega fylgjandi fjölbreyttum rekstrarformum og við ákváðum að kafa eins og þetta, hvað því að fjölbreytt rekstrarform. Við erum ekki fætt að fingur út í það að SÁ sé að reka meðferð eða Reykjalundur sé starfandi eða Hveragerði eða hvað það Krabbameinsfélagið. En hins vegar viljum við gera mjög skýra greina með svona grund sem rekið í áratugi, veitir þjónustu, rekið til þess að veita þessa þjónustu. Stundum að sjúklingahópnum sjálfum? Já, stundum að þannig eins og SBS. Eða arðvæðingu sem ég hef kallað heilbrigðiskerfisins og þess vegna fengum við hennan mætamann, hann Vivek sem búinn að gera úttekt á öldrunarþjónustu í Bretlandi fyrir verkalýðshreyfinguna þar og hann einhvern veginn sýndi með svo sláandi hætti fram á það og það finnum við, ég finn það tilfinnanlega að fjármálaöflin, fjárfestar sem hafa það eina markmiði að ná arði, þeir eru farnir að líta mjög til heilbrigðiskerfisins og öldrunarþjónustunnar. Og þetta, hann gerir greina með þess að þeir sem eru óhagnaðardrifin félög í þannig rekstrarformi og hagnaðardrifin og hann sýndi fram að það í gær að óhagnaðardrifin félög eru kannski að reka sig á núllinu eða 2% rekstrarafgang eða eitthvað slíkt. Til að eiga fyrir mögru árunum. Já, á meðan hagnaðardrifnu félögin fjárfesta fara inn, blóðmjólka þau, sýna fram á tap ár eftir ár, segja við erum sannarlega ekki í hagnaðardrifnum rekstri við þurfum meiri peninga frá ríkinu, frá skattgreiðendum, en þeir ná hagnaðinum með öðrum hætti. Þeir ná því með því að vera með eitthvað móðurfélag sem lánar öllu heimilinu á háum vöxtum, þetta þekki úr áliðnaðinum á Íslandi, þannig að þeir greiða háa vexti til móðurfélagsins, þeir eiga fasteignafélag sem rekur húsið, þannig að leigan rosalega há, þannig að það sem hann kallaði fatan sem lekur, að það bara
peningar skattgreiðenda og stundum notenda þjónustunar að það lekur, arðurinn lekur út úr þessu í gegnum eitthvað svona og þá það bara fasteignafélag sem sýnir fram á hagnað eða eitthvað móðurfélag. Og þetta gerir það að verkum að fjármagnseigendur kannski koma inn í eitthvað svona batteri, selja eignir sem til eru, skræla það innan, þannig að það í rauninni ekkert svona engin verðmæti eftir, lækka laun starfsfólks, við erum með litla mönnun, eins litla þau mögulega að komast upp með, þjónustu þegarnir þurfa að greiða meira fyrir mat, fyrir að fá að fara í bað 2 sinnum í viku, fylgd á heilbrigðisstofur, ýmislegt svona sem við erum að sjá svolítið hérna á Íslandi líka. Náinn auðvöldum sjúklingum, þannig að þú sért ekki með íþyngjandi lyfjakostnað eða mikla umönnun. Þannig að þetta það sem gerist í svona arðvæddu heilbrigðiskerfi. Og hann sýndi svo snilldarlega fram á þetta bara með því að kafa honum í ársreikninga þeirra fyrirtæki sem reka heilbrigðisþjónustu í Bretlandi. Og þetta einhvern veginn það sem við sjáum og þetta það sem við erum að vara við, að við finnum að fjármagnsöflin hérna á Íslandi hafa gríðarlegan áhuga á öldrunarþjónustu og heilbrigðiskerfinu. Þetta hefur verið sett á dagskrá kosningabaráttunnar af SA sem hefur haft mikinn áhuga á heilbrigðismálum og verið að ýta undir umræðu einkavæðingu, að lausnin á þyngri byrði vegna öldrunarþjónustunnar og fleiri kalli á breytt rekstrarform. Það eru flokkar sem eru með á stefnuskrá sinni að auka einkarekstur, þeir segja ekki einkavæðingu, heldur einkarekstur, bæði Sjálfstæðisflokkur og Viðreisn. Þannig að þetta á dagskrá íslenskra stjórnmála. Já, og þess vegna erum við með svona ákveðið viðnám við því og fengum þennan mann þarna inn til þess að sýna okkur fram á þetta, af því að þetta sko, eins og ég segi, flokkarnir segja fjölbreytt rekstrarform, en það eru rosalega fáir sem taka bara svona afgerandi afstöðu gegn arðvæðingu eða markaðsvæðingu. Og það raunin það sem þarf að gera, af því að þjóðin og eftir kannanir hafa sýnt það að Íslendingar vilja sterkt opinbert kerfi þar sem þjónustan veitt af opinberum aðilum. Pólitíkin hins vegar virðist vera svolítið aðra átt og erfitt að fá svolítið vitræna umræðu þetta. En Alþýðusambandið, hvað ætlið þið að stíga fast til jarðar á móti þessu? Það hafa verið svona, á 10. áratugnum var mjög hoggið í félagslega húsnæðiskerfið og svona, og deilum það, hversu verkalýðshreyfingin var bara þarft á móti því. Er komin tími á að segja að þetta mál svona, þetta það mikilvægt að við ætlum að verja stöðuna eins og hún og ekki kvika frá því, eða hvernig sér þú fyrir þessu staða? Ríkur vilji hjá okkur til þess að fara eftir því sem almenningur segir og auðvitað verja okkar starfsfólk líka. Því að við sáum það að þegar einkavæðingin var fyrir norðan, það fyrsta sem var gert var að segja upp dýru starfsmönnum, segja upp kokkinum til þess að fólki fengi nú örugglega ekki 2 máltíðir heitar og segja eins og ég segi dýru starfsfólki og þess vegna erum við líka í samstarfi við BSRB þetta, af því að bæði ASÍ og BSRB ekki bara það að við eigum mjög mikið af starfsfólki inn í þessu geira og búið að leggja mikið í sko fræðslu og menntun og þekkingu og valdeflingu þessa hóps sem að vinna við umönnun, heldur sko erum við náttúrulega að verða gömul sem þjóð og þetta bara stóra málið sko. Þjóri Harpa, ég ætla að spyrja kannski eitthvað sem að mætti kalla svona sorglegustu tíðindi vikunar. Þó kannski hefur niðurstaðan kannski ekki komið þér og öðrum sem að vinna við í þessum málum á óvart. En það sagði með fólk sem að satt fundin þess að þetta var kynnt að það hefur verið svona jarðarfarastemming í salnum. Fólk spurði ekkert á eftir af því að fólk var satt undir þessu slegið. Hversu ömurleg lífskjör fatlaðra eru á Íslandi. Já, það var alveg rétt. Það var fólk hafði sig ekki fram með spurningar en það var málefnið náttúrulega bara mjög alvarlegt og við sjáum það þarna á þessari skýrslu sem hún náttúrulega bara raun og veru endurspeglar það sem við erum búin að vera að tala frá því að ég í síðustu 4 ár og það bara alvarleg staða fatlaðs fólks og sem fatlað fólk. Og þannig að það kemur ljósa að 80% fatlaðs fólks býr við bara fátækt og á erfitt að ná endum saman og hefur ekki efni á
að kaupa mat fyrir börnin sínu svo langt klæðnað eða heita almennilega upp híbýli sín. Hvað þá heldur að borða sjálfu einhverja kjötmáltíðir annað dag eða eitthvað annað að veita sér. Fara í sumarfrí eða. Þannig að þetta var auðvitað það sem við vissum, þetta kom ekki sérstaklega óvart, en þetta staðfesting á því sem við höfum haldið fram núna síðustu 4 ár og verið óþreytandi í að upplýsa stjórnvöld varaði við stöðunni, tala að þau verði að bregðast við. Nú verður að bregðast við, það má ekki bíða lengur, en við höfum hins vegar séð að einhvern veginn hefur þessi hópur verið áfram bara skilin eftir. Hefur orðið var við stjórnvalda við þessari skýrslu? Nei, ekki stjórnvalda. Ég get nú ekki sagt það. Nei. Það kom nú fram í Kastljósi að Ásmund Einari var boðið að þáttaka í Kastljósi en hann sá sér ekki fært að koma. Við veitum svo kannski ekki ástæðan á því. En í dag hefur eitthvað heyrt frá stjórnvöldu þetta? Þeir boðið upp á samtal? Ég hef nú svo ekki heyrt frá stjórnvöldum en það er búið að bjóða mér inn í fjármálaráðuneytið með kynningu. Á þessari skýrslu. Á þessari skýrslu og það þó allavega hefur ekki gerst áður. En þessar niðurstöður það að ef að maður fær því útlutað að vera fatlaður í samfélaginu þá fylgir því fátækt. Það er í 80% tilfelli. Það er eiginlega, maður þarf að vera undir einhverju heillastjörnu ef það fylgir ekki fátækti með. En síðan var líka spurt um fordóma og svona stöðu fólks í samfélaginu líka í þessari könnun eða ekki, svona eigin fordóma. Þannig að til viðbótar við fötlunina og fátæktina, að þá fylgja fordómar þar sem að fólk upplifir það að það sé ekki á sig hlustað, að þú sjáist ekki í samfélaginu. Þetta er náttúrulega, þetta er nú eiginlega svona merki að samfélag okkar er í einhverju svona siðlega ætti að fara að horfast í augu í sjálfan sig að það er eitthvað stórkostlegt í samfélaginu að við förum svona með fólk sem að hefur orðið fyrir ólukku í lífinu. Já. Þetta, við höfum talað það og kallað eftir því að einmitt að þingmenn og stjórnmálamenn og stjórnvöld séu ábyrg í tali. Þau eru að tala málefni og tala til fallarsfólks og þau gangi undan með góðu fordæmi og við erum náttúrulega búin að vera að reyna að breyta viðhorfum eða verið verkefni svona meðfram öðru að breyta viðhorfum gagnvart þessum hópi sem ég tilheyri og það hefur gengið svona frekar illa, það fer bara ekkert saman hljóðamynd. Við fáum skilaboðin það að eiginlega oftar en ekki að svona einhvern veginn er því laumaðinn að öryrkjar sé hópurinn sem að lifir á kerfinu og svindli sig inn á örorku og þetta er og það er náttúrulega ótrúlegt að þetta skuli vera við líði ennþá en það er einfaldlega þannig að stjórnvöld hafa bara ekkert passað upp á hvað að segja þau setja þetta út í samfélagið og fólk trúir þessu. En er þetta ekki bara tímandi sem við lifum, að við lifum tíma þar sem að hinn ríku og valdamiklu eru aðdáunarverð og við trúum því að þau hafa alltaf rétt fyrir sér, þau séu heiðvirð og góð á meðan að hinn fátæku eru auðvirðileg, svikul, ill og ekki treystandi. Já, ég veit ekki, þetta er allavega mjög mikil svona, stigma settur á þennan hóp og fólk náttúrulega upplifir mjög sterkt að það er orðið að einskis virði þegar það lendir í því að verða veikt eða að fallast og get ekki lengur, eða kemst ekki lengur til vinnu og getur ekki lengur sinnt til vinnumarkaði, að þá upplifir það ennþá sterkar að það sé einskis virði og sé eiginlega bara til skammar og það skammar sig fyrir stöðuna og það er líka fær þetta eiginlega beint í andliti frá bara samfélaginu, jafnvel fólki sem það þekkir ekki neitt, jafnvel. Það er svona augngótur eða eitthvað, þú veist, það er bara, af hverju þú ekki á vinnustafnum en af hverju þú hér úti að moka í garðinu þínum, en ættir nú kannski að, þú veist, hver er ástæðan fyrir því að fólk veit ekkert fólk, það er bara rosalega fljótt að álykta eitthvað og ákveða. En láti ekki fólk líka vinnandi fólk, það er vinnandi fátækt og það er fólk sem kannski hefur ekkert sérlega sterkar rödd í samfélaginu, það er ekki oft svona, þeirra mál er ekki oft til umræðu, fólk sem er á lágmarkstekjum býr kannski við
okkur leigu í húsnæði, á í erfiðleikum með að fæða börnin sín eða veita þeim að þau geti verið í tómstundum og svona notið sama á önnur börn sem að búa mörgu leyti kannski eilítið skárri aðstöðu heldur en öryrkjar, en búa raunverulega við bæði slæm efnahagsleg kjör og svona ákveðna útilokun í umræðinni. Já, og að þau vorum að ræða heilbrigðiskerfið hérna áðan og þá höfum við séð Varða hefur gert nokkra rannsóknir, fyrst stöðu láglaunafólks eða launafólks, svo stöðu atvinnuleitenda og svo sömu könnuna fyrir fatlað fólk. Þannig að við erum með svona þennan samanburð og það er hérna hluti af fullvinnandi fólki sem er ekki endur saman, þarf að neyta sér sjálfs- og lífskeiði, neyta sér heilbrigðisþjónustu sem er náttúrulega grafalvarlegt, neyta sér allt þetta sem hefur svo mikið forvarnargildi, það að fara til tannlæknis til að láta tékka sér áður en allt er komið í óefni. Fara í krabbameinsskimun kostar 7.000 og það er ekki tilviljun að sjúkrasjóður verkalýðsfélaganna að reyna að greiða hluta af þessum kostnaði bara sem forvarnarkostnaði. Síðan náttúrulega eins og hún nefndi fólk í þessu samfélagi sem kannski hampar þeim sem eru betur megandi, að þá verður líka til þess að fólk fær fordóma fyrir sjálfu sér eða stöðu sinni og missir þar að leiðandi röddina sína inn í samfélagið. Finnur það bara að það er búið að missa hana, það er ekki sjálfskipað hjá því, að það bara finnur það sem kemur, að það nýtur ekki sömu virðingar annað fólk, vegna þess að það er ekki jafn efnað annað fólk. Já, og síðan náttúrulega erum við alltaf að tala eins og Þuríður Harpa hefur fjallað einhverja svona sögur af fólki, sögur af fólki sem er að misnota kerfið, sögur af einstæðum mæðrum sem er að eiga fleiri og fleiri börn af því þá að vera svo arbært. Svo ég skilur þetta ekki. Þetta er svolítið eins og ekkjan í 200.000 króna innbýlishúsinu, þess vegna má ekki hækka hátekjuskatt eða setja á eignaskatta, þetta er svona svipuð með því. En þetta er náttúrulega, auðvitað er þetta einhverju leyti svona sameiginleg barátta aðgengi að heilbrigðisþjónustu, aðgengi að geðheilbrigði og heilbrigði, verja börnin. Þannig að þetta er ekki bara spurning hækkun launa og hækkun örorkulífeyris, heldur ekki síst að nýta okkar kerfi til þess að hækka barnabætur til þess að styðja við barnafólk sem er í útgjaldamesta tímabili lífsins með börn og húsnæði og allt það. Þannig að þessi tilfærslu kerfi til að létta fólki lífið. Þannig að þetta svona þegar maður tekur þetta saman stöðu fatlaðs fólks, atvinnuleitenda og láglaunafólks, að þá er það í rauninni þetta sem stendur upp úr hvaða fordómar í samfélaginu, aðgengi að heilbrigði, aðgengi að lífsgæðum og hvað við erum að búa til framtíðar með því að neita börnunum félagslega þátttöku, stundum fæða bæði. Arfgeng stéttaskipting. Já, það er náttúrulega niðurstaða. Eitur áhrif þeirra. Börnum verður alltaf jaðarsett inn í skólakerfinu. Þau verður jaðarsett í skólastofunni. Gagnvart jafnöldrum. Þau mæta ekki í sömu frístundir eða tómstundir og fara ekki í fótboltann eða hvað það nú er sem að börn eru að gera í dag. Þannig að þetta er bara mjög alvarlegt mál og við sitjum uppi með svona stóran hóp af fólki þar sem að ekki hefur neitt gerst frá hruni. Þegar við erum með sömu stöðu af 44% fatlaðs fólks, það var í slæmri stöðu, náði ekki endum saman 2009 og við sjáum þetta núna koma upp úr dúrnum að það er nákvæmlega sama prósentan er ekki endum saman í dag. Það skilja eftir. Þetta er bara ótrúlegt. Það voru ekki farþegar í þessari svona rútu þar sem kaupmátturinn átti að hafa vaxið og þau voru skilin eftir á stoppistöðinni. En það er samt dálítið merkilegt að við erum búin að hlusta á þetta að stjórnvöld segja að kaupmáttur hafi aukið svo og svo mikið hjá fötluðu fólki og það er alveg saman hvað við höfum sagt og þetta, við höfum fengið þetta bara svona, stjórnvöld segja bara við samfélagið, það er ekki rétt. Öryrkjar hafa svo gott, við erum búin að bæta fyrir svo mikið. Er það í trausti þess að kjósandinn, þarna úti, einhver ímyndaður kjósandi, hann taki bara meira mark á stjórnvöldum heldur en
ykkur sem að segja hvernig þið hafið það? Ég held að þetta sé bara ákveðin hvað heitir þetta? Gaslýsing. Já. Það bara verið að búa til einhvern ákveðin sannleika og fólk á bara að trúa því og það náttúrulega, ég held að samfélaginu tekið óþægilegt að vita af að það sé grassandi fátækt. Það vill enginn vita því, hún má ekki vera nálægt neinum. Samt að þarna kemur fram þessari skýrslu að 41% fatlaðs fólks að fjárhagsleg aðstoð hjá ættingjum og vinum. Og það finnst mér líka gríðarlega stór tala og hún talar dálítið svona saman við niðurstöður sem voru sýndar hérna frá Eurostat skýrslu þar sem kom fram að umönnunarbyrði á Íslandi hún væri mest hérna á Íslandi af Norðurlöndunum. Það sem að hið óformlega stuðningskerfi samfélagsins. Já, bara fjölskyldur að taka á sig ákvæðana. Vegna þess að hið opinbera kerfi raunverulega bara ekki nógu gott. Það bara mætir ekki fólki og þar búum við líka til öryrkja, fólk bara gefst upp. Bæði eru foreldrar með fötluð börn sem er búin að streða í mjög mörg ár og lenda svo kannski í bara algjör uppgjöf eða bara líkamann gefur sig. Eða þá bara makar eru heima með fatlaðan maka eða foreldri eða frendur eða hvernig þetta nú, frængur. En nú ætlum ég að fullera að fólk sem að hlusta okkur, mikill meirihluti þess myndi segja sér svo að þetta væri stærsta vandamál í samfélaginu. Þetta væri fólki sem upplifði mesta óréttlætið og það ætti að vera höfuðverkefni okkar núna að rétta hlut þessar fólks. Hafið þið á tilfinningunni að kosningarnar snúist það? Nei, ég hef engan veginn það á tilfinninguna að kosningarnir snúist það. Ég hef nú ekki heyrt mjög mikið allavega af þeim sem eru ætla sér í stjórnmenntalega. Ég hef nú ekki heyrt mjög miklu áherslu lagt á þetta, en fólk hefur þetta á stefnuskránni, það gerir það setur inn málefni fatlaðs fólks, það hefur enginn samt sagt við mig nákvæmlega, já, herri, við fyrir inn og við, byrjum að laga þá sem byrjum að leiðrétta lífeyrin vegna þess að þetta orðið svo í augum fólks bara óyfirstíganlegt. Þetta orðið svo stórt og mikið, svo stórar upphæðir að menn veit ekki alveg held ég hvernig ætla að gera þetta. Við höfum samt bent á það að það væri og bentum stjórnvöldum á það væri mjög gott að fá tímasett áætlun, kannski taka 3 ár, við ætla að loka gatinu á milli örorkulífeyris og lágmarkslauna sem að verða næstu 100.000 krónur núna á mánuði og þið ætlið að taka það bara ákveðnu tímabili og þá getum við bara séð vörður. Við höfum aldrei fengið svona frá þeim. Eins og þetta sé aðkallandi mikilvægt verkefni. En varðandi það að ég ætla bara að gera ráð fyrir því að flestir hugsi þannig að við erum með samfélag hérna og hér eru þeir sem búa við mesta óréttlætið og það bara svona lógískt að byrja á því að laga það. En stundum finnst manni stjórnmálinn ekkert vera það. Sem að ég held að sé svona bara mannlegt að líta á að sé svona fyrsta verkefni. Hvað finnst þér? Já. Hvað fókusinn í þessari kosningabaráttu? Já, svona erfitt með að finna fókusinn og mér finnst mjög margt vera útundan í þessari kosningabaráttu. Það fá mál sem komast á dagskrá, vissulega heilbrigðismál sem alltaf gríðarlega mikilvæg. Það ekki svona rekstrarform? Jú, þetta endar aðgengi að heilbrigðisþjónustu á dagskrá, myndi ég segja. Jöfnuður það ekkert sérstaklega mikið. Þegar við komum að jöfnuða þá erum við líka að tala náttúrulega skattkerfið og þó það sé ekkert æðislega sexy að vera að ræða skattkerfið alltaf maður ræði skattkerfið það er eins og maður hafi sérstakann áhuga á skattleggja fólk en meðal þess innlegg sem við komum með inn í þessa kosningabaráttu og tíma og settum svona fyrir viku síðan til þess að segja hlutina og þess að Þuríður Harpa kemur á auðvitað kosta þetta. Þetta kostar mikla peninga að þegar ranglæti hefur fengið að grassera mjög lengi og þar tölur. En það kostar líka að halda ranglætinu gangandi. Rosalega. Það er óbúslega kostnaðsamt fyrir einstaklinga og samfélag. Það dýrst ekki ekkert. Já. En þá lendum við í skattkerfinu og við erum búin að færa með samfærandi rök fyrir því að það þarf alveg óbúslega litla breytingar á skattkerfinu til þess að fá inn 20 milljarða. Og helstu breytingarnir eru þær að fólk sem tekjuhátt get ekki valið sig frá því að greiða skatt. Það er nú bara staðan sem hún í dag og maður hefur sagt hvað að gera við þessa peninga? Ef að fólk getur ekki bara, sem með
eigin rekstur eða búin að búa til eignarhaldsfélag utan eitthvað. Og það get ekki bara ákveða að segja ég ætla að taka hérna 80% launa minna bara sem fjármagnskostnað og svo ætla ég að taka hérna 20% sem hérna launamaður eða launamannskja. Bara með því að loka þessu gati, sanngjörn hérna auðlindagjöld, þá erum við að tala ekki bara fiskveiðiauðlindir heldur annað, auki skattaeftirlit sem nú sennilega besta tímakaupi sem ríkisstarfsmenn getur verið á fyrir ríkiskassan. Það fjármagnstekjuskattur, þrepaskiptur fjármagnstekjuskattur, jafnvel sko, eða skattleggjan ólíkt eftir uppruna fjármagnsteknanna, hvort þú ert að leiga út eina íbúð eða ert hérna að sækja arð úr heilbrigðisþjónustunni. Og síðan alltaf stóreignaskattur. Þannig að þú veist það þarf ekki... Þú komið með nokkra 10 milljarða. Já. Og þú veist það þarf nokkra 10 milljarða til þess að réttlæta það ranglæti sem að börn fatlaðs fólks verða fyrir daglega. En finnst þér að kosningarnar snúist það, segjum að snúist skattamál, þá ertu raunverulega að draga upp mynd þar sem eru nokkur 10 milljarðar sem eru hér, þá tiltölulega fámennum hópi sem að færa að hafa þá. En þarna ertu með svolítið stóran hóp sem að þarf bara á því að halda til þess að geta lifað út mánuðin, sko. Sem að Og þetta snýst náttúrulega pólitík og þess vegna segjum við það En finnst þú kosningabaráttan að snúast þetta? Nei, mér finnst það ekki, nú ríkumæli, nei. Ekki sko hérna bæði skattkerfi og síðan tilfærslukerfi sem tölum sko hérna barnabætur, húsnæðisbætur og svo framvegis. Mér langar líka að koma inn á það að sko ein besta kjarabót sem hægt að gera fyrir fólk að byggja félagslegt húsnæði. Og hérna ef við myndum gefa þar í að það sko fyrir ótrúlega lágar upphæðir hægt að lækka húsnæðiskostnað fólks mjög verulega og það alveg ótrúlega kjarabætur sem geta falist í því. Þannig að þetta ekki bara sko að hækka lífeyri eða hækka lægstu laun, heldur sko ekki síst hérna styðja barnafjölskyldur, betra aðgengi að heilbrigðisþjónustu og forvörnum. Gjaldfrjáls grunnþjónusta, grunnþjónusta og uppbygging félagslegt húsnæðiskerfis mikilvægara heldur en að hækka kannski. Ég segi ekki mikilvægara, en þú veist þetta bara kjarabætur geta komið í ýmsum formum. Og kannski áherslan eigi að vera núna á uppbyggingu húsnæðiskerfisins, gjaldfrjálsa grunnþjónustu, gjaldfrjálsa grunnþjónustu fyrir börn. Tómstundastarfi, eitthvað slíkt. Já, og svo náttúrulega getum við líka sagt sko því að ég hef sérstaklega áhuga á skattamálum og við deilum þeim áhuga að sko ef þú ert að velja þig frá því að greiða laun eins og launamanneskja og ferði í fjármagnstekjur í staðinn, þá ert ekki að greiða útsvar til sveitarfélaga. Og hérna, hvað nýtur útsvarið í? Það meðal annars tómstundir barna. Það rekstur íþróttafélagana og hérna náttúrulega göturnar okkar og leikskólarnir og grunnskólarnir og allt það sko. Þannig að hérna ég held að það sé ekki einasta sveitarstjórnar manneskja með ábyrgð á sveitarfélagi sem getur verið ósammála því að hérna það alveg ótrúlegt að þeir sem hafa mesta tekjur í þessu samfélagi geta valið sig frá því að greiða í þessa grunnþjónustu. Það ótrúlegt sko. En þeir eru það hérna, nú er að tala svona kosningabarátuna og hvort að stjórnmálin snúi að hópum eins og öryrkjum. Og svona gegnum tíðina þá, hérna, velta fyrir mig hvort að þú sést að óska eftir því það gerist, því að það er svo oft gerst að kannski bara smá tíma fyrir kosningar, að þá fá stjórnmálamennirnir áhuga á öryrkjum og svo kjörstöðum lokað og þá hverfur sá áhugi snöggt, þannig að ég er að velta fyrir mig hvort þú sést svona óska eftir því að það verði meira hérna eða hvort þú sést orðin svona kaldhæðin að vitandi það að þótt að tækist að efla umræðu öryrkja svona á síðustu metrunum að þá þarf það ekkert endilega að merkja ávinning fyrir ykkar hóp. Ég gef mér alveg grein fyrir því að það þarf ekkert endilega að merkja ávinning en maður verður auðvitað að lifa í þeirri vona að fólk sé að fara inn á þing og þeir sem komast þangað inn að þeir meini allavega eitthvað smá af því sem segja. Og hérna, og kannski það að maður komið fram með svona skýrslu sem sýnir ákveðna niðurstöður og það ekkert að rengja hana, þetta skýrsla sem sýnir þetta svart og hvítu, að það verður kannski til þess að menn allavega staldra við og hérna, já, þetta raunverulegt vandamál. Já, eins og ég hef upplifað þetta undanfarin ár og þá þetta bókstaflega horft á þetta eins og þetta sé ekki raunverulegt vandamál.
og ég held að menn hljóta að sjá þetta núna og að þetta það, þetta endurspeglast í tölunum, við sjáum bara stöðuna, við sjáum það sem fólk að segja, þegar fólk að lýsa sinni stöðu, þegar fólk búið að borga alla reikninga mánaðarins kannski og það eftir 40 skall sem ef þau eru foreldri. Það að skipta umslaginu, 5.000 skallin í umslag 4 vikur, að reyna að lifa 5.000 krónum á viku, að gefa sér að borða börnunum. Við getum alveg vita hvaða matur það er væntanlega hafragrauð, pasta og eitthvað svona, það ekki eitthvað sem fólk velur. Þannig að þetta sögur sem að maður búin að svona fáinn líka bara sjá það þegar fólk að verða fyrir óhöfum í lífinu þegar það veikist og hafði aldrei reiknað með því, átti aldrei von á því að það myndi veikjast, að þá upplifir það kannski að það fer að borða út á einn sem átti í húsinu sínu, af því að framfærslan dugar því ekki. Og eins og einn lýst þessu fyrir mér, ég borða út herbyggi fyrir herbyggi og það börnin mín kannski komin á hvað ég segja, að þannig aldrei verið að fara upp í menntaskóla, þá ég þá við búin húsið okkar, eigum ekki neitt eftir. Þannig að... En hvort, ef ég má spyrja þig, hvort myndirðu vilja, þegar nú kosið 25. og það eru margir sem að muni kjósa með tóma buddu, það er oft talað að fólk kjósi með buddunni, en það eru margir sem að þegar það komið 25 mánuðar, þá ekkert eftir í buddunum hjá mörgum. Hvort viltu frekar að fólk kjósi með tómri buddunni? Eða viltu að stjórnmálamennirnir ræði málefni öryrkja þessa 10 daga sem eftir út í kosningar? Já, það þarf ég að velja þetta. Já, ég bara að velta fyrir mér að því að mér finnst eins og svona ASÍ með svona svolítið innkomu inn í kosningabaráttuna með svona áherslur og mér finnst eins og ASÍ sé að hvetja sína félagsmenn til þess að kjósa út frá sínum hagsmunum. Já, við hljótum að þetta verður fólk að horfa á hagsmuni sína og ef það með tóma buddun og það sér fram að það búið að vera svo sem 4 ár. Það hélt kannski þegar það síðast að það var að kjósa yfir sig eitthvað breytt ástand. Það sést nú síðustu 4 árum, það hefur ekki orðið breyting, allavega fólk ekki fundið fyrir því í buddunni, hvað svo sem þessar þetta 3. skattaþrep hefur átt að gera eða einhverja örlitlar 3,6% hækkun hver áramót sem hefur farið tilbaka í bara einhver verðbólgu. Þannig að ég reikna með því að fólk sem hefur lifað við þetta og býr þetta dag að það kjósi með tómri buddu og hvað svo sem að því líður að vilja fá þessi málefni inn í umræðinu og ég vil að fólk ræði þetta og það verður tekin ákveðin ábyrgð og fólk bara ákveði bara að það ætlar að gera eitthvað. Og ég hef svo sem kallað eftir því, við erum alltaf búin að vera með fólkinu á þingi sem hefur vakið athygli á þessu, en það þarf fleiri fólk. Vekur athygli á þessu. En ykkar svona innkoma í kosningabarátuna sem hefur verið meira áberandi núna heldur en áður var. Snýst hún það að setja mál á dagskrá til þess að milda hjarta stjórnmálamannanna þannig að þau fái áhuga á ykkar hópi eða er þetta hvatning til ykkar hóps að nýta kosningaréttinn, mæta á kjörstað og kjósa eftir sínum hagsmunum því að ég myndi segja andstæðingar ykkar í samtökum atvinnulífsins viðskiptaráð og svona, þeir eru ekkert að vera grágróti með það hvað ykkur er hvatningin til þeirra, þeir eru að segja að okkar fólk á að kjósa hagsmunum sínum. Eru þið með hvatningum að verkalýðurinn kjósi samkvæmt sínum hagsmunum? Tvendi sem við endurómum það sem skiptir okkar fólk mestu máli og við bara förum í hringferð og ræðum við okkar fólk og það er alltaf heilbrigðismálin sem standi upp úr og húsnæðismálin og við gefum út svona bara strax í maí okkar línur í því og krefjum flokkana svara og þá erum við að miðla því til okkar félagsmanna hvað flokkarnir segja þau mál sem standa fólki næst hjartanu. Til þess að fólk hafi möguleika til þess að kjósa eftir sinni bestu sannfæringu og sínum bestu upplýsingum. Þannig að það er svona okkar stóra markmið, bæði að koma okkar hjartasmálum og dagskrárstjórnmálanna í aðdraganda kosninga og í þessari samfélagsumræðu sem er alltaf og eins að gefa okkar fólki tækifæri til þess að kjósa
eftir sinni samverðingur. Við erum ekki... Þið segir ekki hvað þið að kjósa. Nei, við erum ekki farið í það og við erum ekki... Þið erum með hvatningu til svona stéttarvitundar og stéttvísi að fólk... Já, við náttúrulega höfum ekkert skafið af því, við erum með heilbrigðisþingi, við erum með skattaskýrsluna og hérna búin að vera að tefla fram húsnæðismálunum og svo framvegis. Þannig að við hlustum mjög vel á það sem flokkarnir eru að segja. Við drögum flokkara til okkar og spurjum það hvernig ætlaði að fara að þessu og svo framvegis. Mér langar reyndar aðeins að segja líka og það eitthvað að þú talar atvinnurekendur hvað þeir eru að hvetja. Það sem ég skil ekki af hverju atvinnurekendur telja það ekki vera skýra hagsmuni sína að byggja upp húsnæðiskerfi og heilbrigðiskerfi. Ef þú værir atvinnurekandi, myndir þú ekki vilja sko að fólki sem var að vinna hjá þér hefði öruggt húsnæði, hefði gott aðgengi að forvörnum, heilbrigðisforvörnum. Þú byrjaði þáttinn á frásögn af breska endurskoðunum sem lýsti því hvað gerist. Þar er ég að tala um fjármagnseigendur. Ég er að tala núna um hérna venjulegu atvinnurekendur sem bara reka meðalstórt fyrirtæki. Það er svo stór hluti af atvinnulífinu sem rekin af fjármagnseigendum eftir þessum lögmálum, þar sem að krafan á þá sem að reka fyrirtæki bara að skila sem mestum arðri, halda niður í launakostnaði, skræla fyrirtækið innan, selja innviðina, flytja arðina. En þess vegna er ég með ákall til þeirra atvinnurekenda sem vilja bara reka sitt fyrirtæki með sóma. Svona Main Street. Já, að hrist af sér Wall Street. Já, lítil og meðalstór fyrirtæki sem vilja bara, eru bara með eitthvað rekstur og vilja láta hann ganga, vilja vera með ánægt starfsfólk og fólk sem býr við öryggi og góða heilsu. Það er svona svolítið ákallt þeirra atvinnurekenda að fara nú að standa með þessum áherslum af því að þetta þurfi ekki að vera launafólk og atvinnurekendur stál í stál, vissulega fjármagnseigendur eru svo annað pakki en Þú ert að lýsa heimi þar sem að smá atvinnurekendur og svona þeir sem eru bara í venjulegum rekstrarfélögum hafi hagsmuni með launafólki á að byggja hér upp gott samfélag sem að fjármagnseigendurnir og krafa þeirra það hvernig svona bara hrein skammtímigróði sé að eyðileggja samfélag sem að þessi tveir aðilar hafi sameiginlega hagsmuni af því að verja. Já, ég meina ef þú ert ef þú ert að reka búð, viltu þá ekki að þú þurfir ekki að vera að skaffa húsnæði fyrir fólki sem vinnur hjá þér? Viltu ekki að launin dugi fyrir húsnæði og heilbrigði? Viltu ekki vera með ánægt og heilbrigt starfsfólk? Þessir menn, þessi búðareigandinn, hann hefur engin sérstöku ítöku í samtökum atvinnulífsins eða viðskiptaráði sem eru meira og minna rekin út frá hagsmunum fjármagnseigenda. Það er rétt. En þetta þurfi ekki að vera andstæðir hagsmunir allra atvinnurekenda og launafólks. Herðu, við sláum í botnin í þetta með þessu. Þetta er íhugunarefni að hvernig samfélagið skiptist og er svona klassískt. Þetta er náttúrulega gegnumgangandi í bandarísku stjórnmálum það hvernig átökin á milli Main Street og Wall Street, hvernig fjármálaheimurinn hefur yfirtekið atvinnulífið og er að rústa bæði atvinnulífinu og samfélagi fólks. En ég þakka ykkur kærlega fyrir að koma hérna við Rauðaborðið, þar sem við ætlum að reyna átta okkur á hver staðan er í samfélaginu í aðdraganda kosninga. Á morgun þá held ég að komi hingað stjórnmálafólk úr ólíkum flokkum og við ætlum að tala aðeins sama, hver samfélagi stendur á þessu tímamótum sem að kosningarnar eru. Svo heldum við áfram við Rauðaborðið. Takk fyrir í kvöld.